Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms að fella virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar úr gildi. Náttúruverndarsinnar fagna sigri en ráðherra segir enga spurningu að virkjunin verði að veruleika. Yfirvöld í Póllandi ætla að frysta eignir fyrrum kjörræðismanns Íslands í Belarús vegna tengsla hans við stjórnvöld í Minsk. Maðurinn var kjörræðismaður í tæp 18 ár eða þar til í vor. Gróðureldar í Suður-Frakklandi í vikunni skilja eftir sig slóð eyðileggingar. Tekist hefur að hefta útbreiðslu þeirra. Kartöflubændur í Vesturholtum í Þykkvabæ tóku upp 2 tonn í dag. Uppskeran kemur í búðir á morgun og í fyrra fallinu. Bóndi spáir góðu kartöfluári. Óvissa ríkir framtíð félagsheimilisins á Raufarhöfn. Sveitarfélagið vill kanna möguleika á sölu en margfaldur fjöldi bæjarbúa hefur skrifað undir ákall að svo verði ekki. Gott kvöld. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms Reykjavíkur frá því í janúar að fella virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar úr gildi. Landeigendur við Þjórsá stefndu ríkinu og Landsvirkjun vegna leyfisins. Þetta í fyrsta sinn sem látið reyna á lög stjórn vatnamála fyrir dómi. Til að Hvammsvirkjun geti orðið að veruleika þarf að breyta rennsli Þjórsár talsvert. Íslensku lögin vatnamál eru byggð á vatnatilskipun Evrópusambandsins sem miðar að því að banna stórfelld inngrip og breytingar á vatnshlotum. Niðurstaða Hæstaréttar þýðir að sækja þarf nýtt virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun. Hvammsvirkjun hafði verið í burðarliðnum frá því fyrir aldamót en fyrir rétt rúmum 2 árum var framkvæmdarleyfi gefið út. Daginn eftir felldi úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála leyfið úr gildi. Ári síðar veitti Umhverfisstofnun Landsvirkjun undanþágu á grundvelli almannahagsmuna. 11 landeigendur kærðu undanþáguna. Í janúar dæmdi héraðsdómur þeim í vil. Í júní samþykkti Alþingi að breyta lögunum til að gera Hvammsvirkjun leyfilega og í dag staðfesti svo Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms. Undanþágan sem gefin var út á gildistíma gömlu lagana ólögmæt og framkvæmdarleyfið var fellt úr gildi. Landsvirkjun getur þó sótt nýtt leyfi á grundvelli nýju laganna. Náttúruverndarsinnar fögnuðu niðurstöðu Hæstaréttar. Það augljóst að þessum dómi að Landsvirkjun, þetta algjör sneypuför hjá Landsvirkjun. Snæbjörn segir niðurstöðu dómstóla vera stór sigur fyrir landeigendur og náttúruvernd, en kannski líka fyrirsjáanlega í ljósi þess sem í húfi. Það hefur verið að breyta Þjórsá á mjög dramatískan og afdrifaríkan hátt. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur lagt áherslu á að Hvammsvirkjun verði að veruleika. Hann segist hafa vonað að niðurstaða dómsins yrði önnur. Góðu fréttirnar eru þær að við erum búin að breyta lögunum, við erum búin að eyða óvissu þessi atriði í lögum stjórn vatnamála sem virkjunarleyfið hafði strandað á. Hann segir það samvinnuverkefni stjórnvalda og virkjunaraðila að koma í veg fyrir frekari tafir. Í lögunum sé heimild fyrir bráðabirgðaleyfum sem Landsvirkjun geti nýtt sér. Þá standi til að ráðast í heildarendurskoðun á lögum stjórn vatnamála. Ég er búin að setja á stað stýrihóp sem er að vinna að því og sníða þá alla ágalla af þessum lögum að því svona getur þetta ekki gengið. Hvammsvirkjun verður að veruleika, það er engin spurning. Snæbjörn segir þó alls ekki einbúið að Hvammsvirkjun fljúgi gegnum frekari leyfisveitingar. Því í lögum stjórn vatnamála séu frekari ákvæði sem óljóst sé hvort virkjunin standist. Ég er alls ekki sannfærður að það muni fást undanþága fyrir dómi eða það sé tækt yfir höfuð. Hvort að þessi hugmynd að reisa stíflu í fiskgengri á stórfljóti, hvort að hún sé ekki einfaldlega úrelt. Pólsk stjórnvöld ætlaði að beita fyrrum kjörræðismann Íslands í Belarús, auðmanninn Aleksander Mosjenskí, refsiaðgerðum. Hann hefur síðustu ár keypt fisk frá Íslandi og var kjörræðismaður þar til nýlega. Auðmaðurinn talinn í innsta hring Lukasjenka forseta. Fram kemur í frétt pólsku sjónvarpsstöðvarinnar TVN 24 að árum saman hafi Mosjenskí ferðast reglulega milli Minsk og Varsjár, þar sem hann rak fyrirtæki. Skattayfirvöld í Póllandi fóru fram á refsiaðgerðirnar og verður nafni Mosjenskís því bætt á lista innanríkisráðuneytis Póllands yfir Rússa og Belarúsa sem sæta slíkum aðgerðum. Í þeim felst að eignir í Póllandi eru frystar sem á starfsemi fyrirtækja. Þá verður Mosjenskí óheimilt að fara til Póllands og inn á Schengensvæðið.
Mosenski var kjörræðismaður Íslands í Belarús frá árinu 2007 en það ekki lengur samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu. Hann hefur keypt fisk af íslenskum útgerðarfyrirtækjum og fyrirtækja samsteypa í hans eigu Santa Bremos, eitt umsvifamesta matvælafyrirtæki í Austur-Evrópu. Heimildin hafði eftir heimildarmönnum sínum í mars 2022 að íslensk stjórnvöld hefðu beitt sér fyrir því að Evrópusambandið myndi ekki beita hann refsiaðgerðum. Mosenski hefur ferðast með einkaþotum forsetaembættis Belarús og verið skipaður í fjölda nefnda á vegum embættisins. Eftir allsherjarinnrás Rússlandshers í Úkraínu hafa Evrópuríki beitt refsiaðgerðum gegn fólki með náin tengsl við stjórnvöld í Rússlandi og Belarús. Stjórnvöld í Belarús hafa stutt við allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu. 50 karlmaður lést í umferðarslýsi á Miklubraut í Reykjavík í morgun. Maðurinn ók mótorhjóli vestur Miklubraut þegar slysið varð til móts við skeifuna. Svo virðist sem hann hafi mist stjórn á hjólinu og hafnað á vegriði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slysins. Þeir sem urðu vitni að slysinu eru beðnir að hafa samband við lögregluna í síma 444 eða senda tölvupóst á netfangið ábending hjá lrh.is. Gróðureldar sem hafa geisað í vikunni í suðurhluta Frakklands eru í rénun. Yfir 100 manns hafa slasast lítillega í eldunum. Eldarnir hafa skilið eftir sig slóð eyðileggingar í útjaðri borgarinnar Marseille. 70 hús skemmdust og 10 eru ónýtt, þar á meðal hús þessara hjóna sem fóru á slökkvistöð í dag að sækja skjöl til að senda til tryggingafyrirtækis. On passe par la colline, en passant par la colline, on l'a vu. C'est la seule qui est quasiment brûlée dans le quartier, il y en a 3 ou 4 et on est au milieu de maisons, mais il n'y a plus la nôtre. 400 manns hið minnsta var gert að yfirgefa heimili sín í varúðarskyni. Öllum flugferðum til og frá borginni var aflýst í gær og röskun var á lestarsamgöngum. Eldarnir breiddu úr sér á 7 ferkílómetra svæði við Marseille. Það hefur verið mjög hlýtt og þurrt á þessum slóðum að undanförnu. 110 manns hafa slasast í eldunum, þó engin alvarlega. Þeirra á meðal eru slökkviliðsmenn. Tekist hefur að hemja útbreiðslu eldanna. Við borgina Narbonne í Suður Frakklandi geisa eldar einnig og þar hefur vegum víða verið lokað. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde et que je vous rappelle qu'on arrive en période estivale, donc il y a tous les touristes qui sont en train de débarquer. Donc c'est compliqué par rapport à ça. Ils ont dit qu'il y avait des maisons qui ont brûlé, des gens qui sont dans le village. Il y a le café qui a brûlé. On a l'impression que ça ne va pas s'arrêter, puis c'est noir. Ça fait vraiment peur, très très peur. Ouais. Alþingismenn hafa rætt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og veiðigjald í allan dag. Á sama tíma reyna forystumenn flokkana að ná samkomulagi hvernig ljúka eigi þingstörfum. Magnús Geir Eyjólfsson, hvernig gengur þetta? Já, það var von í lofti hérna í gærkvöldi og það var fundað stíft fram á nótt, en stemningin hefur súrnað allhressilega eftir því sem liðið hefur á daginn. Það er vissulega samtali í gangi og formennirnir funduðu í dag og einn þeirra sem satt þann fund hérna hjá mér, Sigurður Ingi, já þú ert nýkominn í ræðustól, þar sagði þú að það hefði verið samkomulag innan seilingar en það sé komið á borðinu. Hvað gerðist? Aðilar voru bara einfaldlega ekki tilbúnir að teygja sig nógu langt sem er mjög miður. Ég held að það hefur verið mjög auðvelt að reyna að mætast á miðri leið. Og við í Framsókn höfum svo sem verið að kalla eftir þessu með því að leggja til tillögur til umhugsunar í ræðu og reyna að kalla fram þetta samtal. Niðurstaðan síðan þegar að í raun forsætisráðherra búin að slíta þingloka samninga viðræðum og málið komið þá bara í hendur á meirihlutanum, að þá leggjum við fram breytingartillögu hér í kvöld til þess að hún geti þá orðið grundvöllur einhverjar umræðu frekar og vonandi komið fólk aftur að borðinu til þess að ljúka samningum. Í hverju felst sú tillaga? Hún felst mikið til í þeim umsögnum sem við höfum fengið frá sveitarfélögunum hringinn í kringu landið að það sé fyrirsjáanleiki, að það sé þrepaskipt, þannig að menn viti í sjálfu sér hvað sé að fara að gerast, þannig að við erum að leggja til á grundvelli nú gildandi laga prósentu hækkun, reyndar sem byrjar á 1,5% og hækkar síðan 1% á hverju ári og síðan önnur viðbótartillaga sem er líka til að aðstoða við stöðuleika. Áttu von á að aðrir formenn fallist á þessa tillögu?
ekki endilega fallist á hana en hún verður þá allan að grundvöllur einhverjar málefnalegar umræðu. Við í Framsókn erum sáttamiðaður flokkur sem leita lausna og með því að leggja fram málamiðlanir og tillögur að leiðum og þá ætlistu þetta til að það komi aðrir með sína tillögur að borðinu og þá sé hægt að ná niðurstöðu. Já, maður heyrir ofta að tala hér á göngu þingsins að meirihluti muni beita 71. greininni. Það hreinlega að knýja fram atkvæðagreiðslu veiðigjaldið. Áttu von á að það gerist og hvað gerist ef það verður raunin? Það er góðæri í landinu, það er engin hallari, það er ekkert vesen. Þetta ákvæði hefur ekki verið notað í 66 ár af ástæðu. Ég er mikill þingræðismaður. Við erum að leggja þessa breytingatillögu fram meðal annars til þess að reyna að kalla fram hér samtal og ég er reyndar bara með ákall til meirihlutans að koma til móts við þau sjónarmið og reyna að mætast á miðri leið eins og menn gera þegar menn ætla að klára mál þó allir verði hugsanlega jafn ósáttir. Það er oft besta leiðin. Takk fyrir það, Sigurður Ingi. Já, eins og hann sagði, þá hefur forsætisráðherra slitið þessum þingloka viðræðum og já, það er allavega ljóst að það verður þá bara að þinga hérna áfram nema eitthvað drastískt gerist. Við fylgjumst bara áfram með og segjum þetta gott í bili. Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Jökulhlaup er hafið úr Mýrdalsjökli í Leirársyðri og Skálm. Mælingar Veðurstofunnar sýna aukna rafleiðni og þá hefur vatnshæð við brúna yfir Skálm á þjóðvegi 1 farið hækkandi undanfarna daga. Óvíst er hversu stórt hlaupið verður en mælingar benda til þess að það sé enn frekar lítið. Tilkynningar hafa borist brennisteinslykt og er fólk beðið að sýna aðgát nærri árfarvegum vegna mögulegrar gasmengunar. Gera þarf breytingar á öllum skólastigum til að innflytjendur geti látið drauminn háskólanám rætast, segir verkefnastýra inngildingarverkefna við HÍ. Sérstaklega þarf að aðlaga háskólanám að þörfum fjölbreyttari hópa. Rannsóknir sýna að ungt fólk af erlendum uppruna er síður líklegt til að hefja nám í háskóla og færi klára námið. Þau sem flytja til Íslands eftir að grunnskólaganga hefst standa frammi fyrir margvíslegum áskorunum í íslenska skólakerfinu. Við erum með akkurat núna það bil sama fjölda stúdenta við HÍ eins og við vorum með fyrir 10 árum. Það kom kúfur í millitíðinni en þar sem okkur hefur fjölgað svo mikið, sem íbúum landsins hefur fjölgað svo mikið, þá spyr maður sig hvað er það sem maður gerir og fjölgunin er í hópi fólks með erlenda bakgrunn. En af hverju er það fólk þá ekki hérna inni? Á haustmisseri 2024 hófu opinberu háskólarnir á Íslandi samstarfsverkefni við að fjölga innflytjendum í háskólanámi og draga úr brotthvarfi þeirra. Ný úrræði verða þróuð, ráðgjöf og þjónusta verða aukin og inngildingastefna og móttökuáætlun verða mótaðar. Við ætlum ekki bara að gera eitthvað eitt eða taka bara eitt hóp og segja þeim að þurfa að breyta sína hegðun en meira horfa á háskólasamfélag sem heild. Byggt verður á þekkingu og reynslu úr spretti við mótun nýra úrræða og ástæður þessarar þróunar í samfélaginu verða nánar rannsakaðar. Þarfagreining og rannsóknir eru í gangi núna. Og það eru til dæmis verkefni eins og sprettur, þar sem við erum að styðja við framhaldsskólanemendur af erlendum uppruna og svo erum við líka að leita leiða til þess að tryggja það að fólk geti þá klárað sem kannski er eldra en hefur ekki lokið framhaldsskólanámi. Og eins og það var eitt viðmælandi mín sem sagði það er svolítið svona hugmynd að breyta DNA háskólasamfélagsins. Að því auðvitað er háskólasamfélag hannað fyrir Íslendinga. Og núna með breytingum í samfélag á Íslandi það þurfum við að breyðast við og kannski endilega gera eitthvað nýtt en kannski breyta eða aðlaga hluti samkvæmt þörfum notenda sem sagt nemanda en líka kennara og starfsfólk. Bóndi í Svarfaðardal segir uppskeru eftir fyrsta slátt vera á pari við allt sumarið í fyrra. Hann segir blíðviðris daga sem þessa minna hann á hvaða starfið sé gott. Heyskapur er farin á fullt þetta sumarið og víða hafa bændur lokið fyrsta slætti. Í Svarfaðardal er fagur grænn liturinn allsráðandi, öfugt við það sem þar blasti við síðasta sumar. Það er óhætt að segja að það sé töluvert betra hljóðið í bændum hérna í Svarfaðardal núna að loknum fyrsta slætti. Heldur hann á sama tíma í fyrra þegar kal var í túnum og uppskeran í takt við það. Núna 743 rúllur.
En í fyrra, eftir allan heyskapinn, voru við komið með 740 rúllur. Þannig að heimagnið mun meira heldur en allir heyskapinn var í fyrra, eftir fyrirslátt. Aðeins náðust 313 rúllur eftir fyrsta slátt í fyrra, samanborið við rúmlega 740 nú. Karl Ingi þakkar óvenju hlýjum maí fyrir að ekki fór verr í kuldatíð í byrjun sumars. Það voru einhverju 10 dagar sem voru mjög hlýir og góðir og settu gróðurinn mjög vel á stað. Leyfðu ykkur eitthvað að vera bjartsýn svona áður en sumarið hófst? Já, við skulum segja að dagarnir í maí, þá hugsaði maður þegar maður var svona eftir 5-6 daga í svona góðu veðri, þá skildi maður loksins sjálfa sig af hverju maður væri bóndi. Og við höldum okkur við uppskeru því kartöflubændur eru farnir að taka upp og nýjar íslenskar kartöflur eru væntanlegar í búðir á morgun. Þær eru bestar með smjöri og salti, segir bóndi. Það eru annatímar framundan hér í Þykkvabænum því að í dag byrjuðu bændur að taka upp kartöflur. Og þetta er svona fyrra fallinu, en það hafa nú verið teknar upp svona í byrjun júlí, hefur komið þátt. En þetta var bara, man táði okkur aðeins að frusugrösin hérna í byrjun júní, þannig að það seinkaði þess aðeins. En þetta lítur bara vel út. Ég held þetta sé nú með betri árum eins og bestur á gósið, en svo var náttúrulega veit maður aldrei, komum fyrir að fengu frost einu sinni 24. júlí, 7. júlí segi. Þá lit allt mjög vel út, þannig að stundum fer þetta þannig að maður fær svona hálfgert á kjaftinn þegar maður er býst við miklu. Bræðurnir Birkir og Helgi í Vesturholti rækta aðallega gullauga, rauðar og helgu og undanfarið hefur uppskeran verið á bilinu 1000 til 1300 tonna á ári. Hvað er það margar kartöflur? Já, það fer eftir líka hvað eru stórar. Ég er að bara sjá til þess að það renni svona ljúft í kassan, fara á svampin hérna og tek svona þær þá köggla sem sleppa í gegn. Hvernig er uppskeran? Hvernig lítur þetta út? Uppskeran er bara ágætt. Já, uppskeran er ágætt, en 2 tonn voru tekin upp í dag og verður komin í búðirnar á morgun. Og til að þetta geti allt saman gerst, hjálpast allir á bænum að. Taka svona og henda hingað onni. Hverju hendi maður? Svona mömmunum og kögglum. Er þetta mamman? Já. Má hún alls ekki fara með? Nei. Og hver veit betur en kartöflubændur hvernig best sé að borða uppskeruna? Maður náttúrulega borðar mest soðnar. Þessar 9 eru bestar með smjör og salti, bara soðnar. En svo fer það bara allt eftir því hvað er í matinn, hvernig á að hantera þær. Úr Þykkvabænum förum við á Raufarhöfn þar sem að íbúarnir eru afar ósáttir við þær fyrirætlanir Norðurþings að selja félagsheimilið í bænum. Sveitarfélagið ákvað nýverið að kanna möguleika á sölu nokkurra eigna sem ekki eru nýttar undir kjarnastarfsemi. Félagsheimili hérna á Raufarhöfn er að mati margra hjartabæjarins og einn helsti staður fyrir hvers kyns samkomur. Og það hefur því lagst afar illa í marga hér í bæ og víðar að húsið verið selt. Ástæðan er fjölþætt að sögn forseta bæjarstjórnar. Þungur rekstur í bland við óvissu á Bakka hafi haft áhrif en einnig hafi verið ákveðið að kanna markaðsforsendur. Hvað finnst þér þessa hugmynd að félagsheimili verið kannski selt? Þetta er náttúrulega bara alveg galið sko. Nokkrum manni skuli þetta helvíti í hug. Ég skil alveg það sjónarmið að það vanti fjármagn til þess að byggja þetta upp. En auðvitað það sem við kannski viljum helst ekki sjá er að þetta verði bara selt. Við hefum helst viljað sjá þetta fara í eitthvað farveg þar sem þetta þjóni áfram íbúum hér. Auðvitað eru þessi félagsheimili og hafa alltaf verið bara bakkar á sveitarfélögunum en menn réðust náttúrulega í þetta til þess að fólk hefði einhvern sama stað. Þetta er ekki bara einhver 1 eða 2 böll á ári. Þetta eru allar samkomur, skiptir engu máli hvað við erum að tala um. Þær eru haldnar aðna. Gunnur Árnadóttir er ein þeirra sem hugnast ekki sala á húsinu. Hún ákvað að stofna undirskriftalista máli sínu til stuðnings og viðtökurnar voru nokkuð meir en hún átti von á.
Við erum komið með yfir 600 manns sem hafa skrifað undir það, sem sýnir það að þetta ekki bara heimabúar, að sjálfsögðu ekki. Hún segir sveitarfélagið þurfa að tryggja með einhverjum hætti að húsið verði áfram í eigu bæjarbúa. Það gegni fjölþættu hlutverki í samfélaginu. Hvort sem að fagna eða syrgja eða hvað sem eða bara eiga augnablik saman, þá Hnitbjörg það hlutverk og hefur verið það síðan 1967. Þá ætlum við að líta til veðurs. Hægfara lægð á Grænlandshafi beinir til okkar mildum suðlægum áttum. Á morgun útlit fyrir suðvestlæga eða breytilega átt, 3 til 8 metrar. Dálítil væta með köflum vestanlands, skúrir og síðar samfelld rigning á Austurlandi en þurft að kalla suðaustan til. Hiti 9 til 18 stig hlýjast á Suðausturlandi. Við hörum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Ísland spilar sinn síðasta leik á Evrópumótinu í fótbolta á morgun. Þann leik ætlar liðið sér að vinna. Við erum að fara að spila fyrir Ísland, fyrir þjóðina. Það verður bara ekkert mál á móti fyrir okkur og við ætlum okkur að vinna. England þurfti nauðsynlega á sigur að halda móti Hollandi í að margra mati sterkasta riðli EM. Og íslenska landsliði hesta íþróttum sem fer á HM í sumar var kynnt í dag. Áherslurnar eru náttúrulega bara gull. Það er náttúrulega bara áherslu allar þjálfara. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í fréttum. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms að fella virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar úr gildi. Náttúruverndarsinnar fagna sigri en ráðherra segir enga spurningu að virkjunin verði að veruleika. Yfirvöld í Pólandi ætlaði að frysta eignir fyrrum kjörræðismanns Íslands í Belarús vegna tengsla hans við stjórnvöld í Minsk. Maðurinn var kjörræðismaður í tæp 18 ár eða þar til í vor. Gróðureldar í Suður-Frakklandi í vikunni skilja eftir sig slóð eyðileggingar, tekist hefur að hefta útbreiðslu þeirra. Kartöflubændur í Vesturholtum í Þykkvabæ tóku upp 2 tonn í dag. Uppskeran kemur í búðir á morgun og er í fyrra fallinu. Bóndi spáir góðu kartöfluári. Óvissa ríkir framtíð félagsheimilisins á Raufarhöfn. Sveitarfélagið vill kanna möguleika á sölu en margfaldur fjöldi bæjarbúa hefur skrifað undir ákall að svo verði ekki. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar ruv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl. Ísland mætir Noregi í loka leik sínum á EM í fótbolta þessu sinni og nú er þetta spurningum stoltið og að fara með höfuðið hátt út úr mótinu. Hvaða leikmenn fá tækifærið og tekst Ísland að vinna? Ísland-Noregur á fimmtudagskvöld klukkan 7 á RÚV og stofan frá 20 mínútur yfir 6. Við höfum tryggt endurgreiðslur til tjónlausra stofnfélaga í yfir 30 ár. Sjóvá. Tryggjum óvænta.